Tryggingar og ráðgjöfin umsvifamesta vátryggingamiðlun landsins var staðin að því að fara á svig við lög og enn að. Aðgangsharðir sölumenn hafa selt þúsundum Íslendingatryggingar og lífeyri sem fer til erlendra tryggingafélaga. Engan sáttatón var að heyra hjá Rússlandsforseta fyrir fund með sendinefnd Bandaríkjanna stríðslok í Úkraínu sem stendur enn yfir. Hann sakar Evrópuríki að standa í vegi fyrir samningum. Samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar verður kynnt í fyrramálið. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa fljótagöng verið sett í fyrsta sæti. Önnur umræða fjárlagafrumvarpið stendur sem hæst á Alþingi. 70% fullorðinna á Íslandi mælast í yfirþyngd eða með offitu samkvæmt nýrri rannsókn. Ástandið mun verra hér á landi en annars staðar á Norðurlöndunum, sérstaklega hjá börnum. Við erum búin að vita það lengi að þjóðin allt of þung, bæði börn og fullorðnir. Íþróttaþjálfarar fatlaðra barna fengu kærleikskúluna í ár fyrir að hafa breytt viðhorfum til fatlaðra barna og stutt við þátttöku þeirra í íþróttum. Komiði sæl. Ekkert lát á starfsemi vátryggingamiðlunarinnar Trygginga og ráðgjafar sem var staðin að því að fara á svig við lög fyrir nokkrum árum. Þúsundir Íslendinga hafa keypt tryggingar og fært lífeyri sinn til erlendra tryggingafélaga í gegnum miðlunina að undanförnum sem græðir á tá og fingri á viðskiptavinum. Það var náttúrulega peningagræðgi út í eitt. Það eina sem virtist skipta máli var að peningar kæmu inn. Það má eiginlega lýsa menningunni sem hömlulausri og ábyrgðarlausri. Þetta segja fyrrverandi starfsmenn trygginga og ráðgjafar í viðtali við Kveik. Fyrirtæki komst í sviðsljósi fyrir nokkrum árum þegar það gerist umboðsaðili fyrir slóvakíska líftryggingafélagi Novis sem var svipt starfsleyfi sín árið 2023. Þúsundir Íslendinga töpuðu sparnaði sínum á samningum Novis. Þar á meðal Adda Sigurjónsdóttir sem lýsir aðgangsharðri sölumennsku. Og hann talar rosalega mikið Novis sem eitthvað sem var ekki hægt að tapa á. Lögum samkvæmt eiga vátryggingamiðlarar að vera bæði nægilega ábyrgir og fróðir vöruna sem þeir eru að selja til að geta útskýrt fyrir væntanlegum viðskiptavini. Ótal frásagnir fólk sem Kveikur hefur rætt við benda til þess að svo sé alls ekki. Þvert á móti sé það meginhvati miðlarana að gera sem flesta samninga til að fá hærri sölulaun á kostnað viðskiptavina. Já, hann sagði bara ákveðið að setja svo bara X í jáið hérna. Þess að ég segi, ég fekk kannski helminginn og ég hugsaði með mér að það er bara hinn helmingurinn fór þá í þetta, ég hefði getað tapað meiri. Seðlabanki Íslands hafði ítrekað reynt að vara við Novis og lagði stjórnvaldssekt á tryggingar og ráðgjöf fyrir ólögmæta markaðssetningu á tryggingum Novis. Þetta var tryggingum og ráðgjöf ekki að falli. Þvert á móti. Fyrirtækið hefur aldrei skilað jafn miklum hagnaði og á síðasta ári. Ástæðan er sala á þjónustu þýska líftryggingafélagsins VPVAF. Yfir 10.000 Íslendingar hafa gert samning við VPVAF í gegnum tryggingar og ráðgjöf og miðlunina afkomu undanfarið ár. Fjallað málið í Kveik í kvöld. Rússlandsforseti segir kröfur Evrópuríkja fyrir hönd Úkraínu óásættanlegar. Rússland sé tilbúið ef Evrópa vilji hefja stríð. Síðdegis hófst fundur sendinefndar Bandaríkjanna stríðslok í Úkraínu með rússneskum stjórnvöldum. Þetta sagði Pútín við fréttamenn rétt áður en hann settist niður með sendinefnd Bandaríkjanna. Fyrstu drög áætlunar Bandaríkjanna stríðslok í Úkraínu sem lögð voru fram fyrir hálfu mánuði þóttu endurspegla ítrustu kröfu Rússa, svo sem að Úkraínumenn gæfu eftir alltaf land sem Rússar hefðu hernumið og meira til. Úkraínumenn ásamt bandamönnum sínum hafa því lagt til breytingar. Все эти изменения направлены только на одно, на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми. Pútín sakar bandamenn Úkraínu að standa í vegi fyrir samkomulagi. Þá lýsti hann því yfir að hann væri ekki að skipuleggja það að fara í stríð við Evrópuríki en varaði við því að ef til þess kæmi væri Rússland tilbúið. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Sendinefnd Bandaríkjanna hefur síðustu 2 daga fundað með Úkrænumönnum áætlun stríðslok
Síðdegis hófst fundur hennar með Pútín og hans ráðgjöfum. Dagný Hulda, fundurinn stendur enn, eitthvað vitað hvernig gengur? Nei, hann sko búinn að standa núna í það bil 3 tíma og aðstofamaður Pútín sagði áðan að honum verði haldið áfram eins lengi og þurfa þykir. Við vitum að sendinefndirnar heilsuðust kumpánlega fyrir fundinn. En það berast nú líklega frekari fréttir í kvöld eftir hann, en þessi tónn sem að Pútín sló í dag, hann veit nú líklega ekki á gott. Og það eru auðvitað margir sem vonast eftir góðri niðurstöðu og þú sérstaklega Úkraínumenn. Já, en hver hafa viðbrögðin við þessum ummælum Pútíns verið? Donald Trump Bandaríkjaforseti sem hefur svona verið milligöngumaður milli Úkraínumanna og Rússa síðustu daga, hann tjáði sig aðeins þetta fyrir ríkisstjórnarfund núna áðan og þar sagði hann að það væri ekki einfalt mál að miðla málum þarna en að Bandaríkin væri að reyna að gera sitt besta. Og utanríkisráðherra Úkraínu, hann sagði að þetta væri svona til merkis að Pútín sé ekki tilbúinn að semja frið strax. Og það enn árásir? Já, einmitt, það ekkert lát á þeim þrátt fyrir þessar þreifingar og síðast í gær þá lýstu rússnesk stjórnvöldi yfir að þau hafi tekið yfir borgina Pokrovsk í Donetsk héraði í Úkraínu og Rússar hafa gert harðar árásir á þessa borg í 1,5 ár og segjast núna hafa náð henni en Úkraínumenn segja það sé nú ekki alveg rétt og þeir haldi ennþá hluta borgarinnar. En hvers vegna leggja Rússar áherslu á að ná þessari borg? Já, hún í Donetsk héraði og þeir ætla að ná því öllu á sitt vald og svo þykir staðsetning borgarinnar vera hernaðarlega mikilvæg. Það eru þarna mikilvægir lestateinar sem liggja og líka vegir og stjórnvöld í Rússlandi sjá það þannig ef þau ná þessari borg þá verði auðveldara að hertaka meira landsvæði. Dagný Hulda Erlendsdóttir, þú heldur áfram að fylgjast með þessu en takk fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Við snúum okkur að allt öðrum. Íslendingar eru þyngsta þjóð Norðurlandana samkvæmt nýrri rannsókn. Sérfræðingur í teymi Landspítalans fyrir of feit börn segir ástandið hafa versnað mikið á síðustu árum, sérstaklega meðal barna. Skýrslan Norrænt eftirlit Normó 2025 gefur stöðumynd af hegðun og heilsu Norðurlandabúa. Hún sýnir að meir en helmingur fullorðinna, eða 56%, og 1 af hverjum 5 börnum í ofþyngd eða með offitu. Íslendingar koma verst út úr þessum þætti rannsóknarinnar þar sem 70% fullorðinna mælist annarkvort í yfirþyngd eða með offitu. Þetta náttúrulega búið að vera býsna lengi staðan í Evrópu að meira en helmingurinn af fullorðnum mælist með ofþyngd eða offitu og Íslandi hefur þetta verið bara nokkuð lengi. Við erum meiri sér með 30 eða svona tæplega 30% með offitu hreinlega. Við erum með þeim hærra Norðurlöndum. Við erum svo sem ekki alveg í vesturstöðun í heiminum en við erum bara í mjög háum gildum með við flest Evrópulönd eða mörg Evrópulönd og hærra en flest lönd í Norður-Evrópu. Bæði gagnvart börnum og fullorðnum. Við erum mjög mikið í kyrrsetulífstíl. Meira en til dæmis aðrir Norðurlandabúar, þeir hjóla meira, þeir hreyfa sig meira í daglegu lífi. Íslendingar eru nær Bandaríkjunum og Bretlandi í ofþyngd og offitu heldur en hinum Norðurlöndunum. Ekki síst þegar maður horfir á börnin. Neysla ávaxta, grænmetis og heilkorna hefur minnkað en neysla matar sem inniheldur mikinn sykur fer vaxandi. Auk þess hefur neysla orkudrykkja tvöfaldast síðastliðin áratug. Sem getur leitt til svefnvandamála, geðrænna vandamála og erfiðleika með einbeitingu. Nokkuð stöðug, kannski 5% tala í 20 árum að 5% barn á Íslandi séu með offitu en núna á síðustu 6 árum hefur það hækkað upp í að 7,5% barn að mælast með offitu í skólum. Þannig að þetta eru mjög hraðar breytingar sem eru að verða. Stóraukinn skjátími hjá börnum hefur haft neikvæð áhrif. Þau eru þá síður úti að leika sér og hreyfa sig þannig mun minna. Skjátími fram á kvöld hefur neikvæð áhrif á svefn sem veldur orkuleysi sem leiðir af sér ásókn í sætindi og orkuríka en næringar litla fæðu og drykki. Félagslegur ójöfnuður kemur sem fyrir fram í neysluvenjum. Skýrslan sýnir verra mataræði og aukna ofþyngd og offitu meðal hópa með minni menntun í öllum norrænu löndunum. Lengja svefn, það þarf að auka tíma með foreldrum, það þarf að lengja tíma til að borða. Alltaf þriðjungur fullorðinna á Norðurlöndunum fer ekki eftir ráðleggingum nægilega hreyfingu samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar. 1 af hverjum 3 börnum á Íslandi hreyfir sig ekki nægilega mikið. Íslendingar fengu lökustu niðurstöðuna varðandi þann tíma sem fer í að ganga eða hjóla.
Alls eyddu Íslendingar tæpum 2 klukkutímum á viku í slíka hreyfingu á meðan íbúar í Svíþjóð ganga eða hjóla almennt í 5 klukkutíma á hverri viku. Alls hefur neysla á orkudrykkjum meira en tvöfaldast á Norðurlöndunum á síðustu 10 árum og sést aukningin aðallega hjá ungu fólki. Neysla íslenskra ungmenna 18 til 29 ára á orkudrykkjum eins og mesta á Norðurlöndunum eða tæplega 5 sinnum í viku, samanborið við rúmlega 2 sinnum í viku á öðrum Norðurlöndum. Heilbrigðisráðherra segir niðurstöður rannsóknarinnar ekki koma sér á óvart. Við erum búin að vita það lengi að þjóðin allt of þung, bæði börn og fullorðnir. Alma segir að verið sé að leggja lokahönd á þingsályktun aðgerðir gegn offitu sem verður lögð fram strax eftir áramót. Það allt frá forvörnum og yfir í greiningu og vöktun og meðferð, þannig að þetta eru mjög margar aðgerðir. Þá verður einnig ráðist í landskönnun á mataræði barna. Ráðherra hefur skipað hóp sem á að kanna sérstaklega nýjar áskoranir varða lýðheilsu barna. Eins og notkun á skjám og samfélagsmiðlum, það spilar inn í offitu og það líka eins og markasetning á óhollustu. Við borðum ekki nógu hollan mat og síðan það líka notkun orkudrykkja sem að stuðla því að börnin sofa ekki nóg og það svefnleysi, það stuðlar að óhollu mataræði, þannig að það svo margt þarna sem að undir. Önnur umræða fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar hófst á Alþingi eftir hádegi í dag. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, á Alþingi, en það nú kannski meiri spenna akkúrat núna fyrir samgönguáætlun sem á að kynna á blaðamannafundi í fyrramálið, ekki satt? Jú, mikið rétt. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, hann ætlar að svipta hulunni af samgönguáætlun í fyrramálið. Henni hefur beðið með töluverða eftirvæntingu og hún var kynnt í ríkisstjórn í morgun. Við höfum talað við fjölmarga í dag. Flestir segjast nú bundið trúnaði, aðrir segjast nú bara bíða að frétta sjálfir. En samkvæmt okkar heimildum þá það fljótagöng á Tröllaskaga sem númer 1 í rauðinni af þeim jarðgangakostum sem voru á borði ráðherrans. Þessum tíðindum verður vafalaust fagnað fyrir norðan en viðbrögð í öðrum landshlutum kunna vera blendin. En svona í ljósi þess að þessi göng fóru í svona forútboð fyrir hálfum mánuði þá koma þessi tíðindi ekkert stórkostlega á óvart. Nákvæmlega, en flestir bíða alltaf spenntir eftir samgönguáætlun, en hvernig miðar fjárlagaumræðunni sem nú stendur sem hæst á Alþingi? Henni miðar hægt en örugglega. Það tvöföldur ræðutími og þingmenn hafa verið að nýta þann tíma til þess ítrasta. Til að mynda var ræða formanns fjárlaganefndar, hún var 50 mínútur, enda töluverðar breytingar á frumvarpinu. Útgjaldaaukningin svona 20 milljarðar á milli umræðna sem í svona sögulegu samhengi ekkert stórkostlega mikið. En það allavega ekki mikla deilur útgjaldahlið frumvarpsins sem slíkar heldur frekar tekjuhliðina. En hjá mér Stefán Vagn Stefánsson, fulltrúi Framsóknar í nefndinni. Þú skilaðir minnihlutaálitið upp á svona cirka 100 blaðsíður sem ég held að sé Íslandsmet. En hvað það í tekjuhliðinni sem þið hafa ágjör af? Sko það mjög margt í þessu frumvarpi sem við höfum gert athugasemdir við og meðal annars tekjuhliðina. Og það rétt, þetta eru 20 milljarðar á milli umræðina en heildin þetta 143 milljarðar sem verið að hækka hér á milli fjárlaga sem náttúrulega alveg gríðarlega mikið. En við höfum bent til dæmis á eins og með vörugjöldin sem eru hækkun upp á 7,5 milljarð í áætluninni. Við höfum fengið inn í nefndina, höfum fengið bílaleigur og aðra sem eru raun og veru búin að segja okkur það að þessi tala mun aldrei ganga upp. Það verið að flytja inn gríðarlega mikið af bílum núna fyrir áramót til þess að losna við vörugjöldin. Þannig að og bílasölurnar að selja mikið. Þannig að þessi tala 7,5 milljarður mun ekki nást og við erum búin að benda á það en því miður þá það bara þannig að það á ekki að endur reikna þetta og því erum við með ranga tölu í frumvarpinu. Dagur talendur 7,5 milljarð þá svona gert ráð fyrir 7,5 milljarðar meira í tekjur þrátt fyrir að hagvöxtur sé að minnka helming. Gengur það upp? Já, það kemur í gegnum virðisaukaskattinn og leiðir eiginlega bara verðlagsbreytingunum sem að nýjustu spárnar leiddu af sér. En eins og þú sagðir ágætlega í inngangi hérna, þá erum við að fylgja áætlun, fjármálaáætlun frá því í vor og það eru svona kannski meiri traustatök á þessari fjárlagavinnu núna. Við erum búin að innleiða stöðugleikareglu og þær breytingar sem við erum að gera eru ábyrgar og innan þeirra marka sem að hún raun heimilar.
En það enga síður mikilvægt að við geta svara kalli til dæmis endurhæfingarúrræði, meðferð við fíknisjúkdómum. Við erum að styrkja landshlutana með sóknaráætlunum landsluta. Við erum að styrkja heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni í gegnum sjúkraflutninga og fjarlækningar. Það svona stuðning við þá sem eru í framlínunni. Þannig að þótt að sé ekki mikla breytingar þá eru það mikilvægar. Takk fyrir það, Dagur. Þetta voru 10 sent þingmanna í fjárlaganefnd. Við ætlum að hleypa þeim aftur í umræðuna sem verður líklega hérna fram undir miðnætti, en við segjum þetta gott af Alþingi. Takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson. Og við förum til útlanda. Yfir 1300 manns hafa farist og fjölda saknað eftir mikil flóð í Asíu síðustu daga. Vegir hafa víða rofnað og því erfitt að koma hjálp á leiðarenda. Ríkin sem hafa orðið verst úti eru Indónesía, Tæland, Srí Lanka og Malasía. Björgunaraðgerðir standa enn eftir monsúnrigningu og hitabeltistorma í síðustu viku. Flóð og aurskriður sem fylgdu eyrðu engu og margir mistu allt sitt. Bapak nggak tahu bagaimana caranya, makanya Pak kami minta tolong sama Bapak supaya kami bisa dibantu cara kayak mana betulin rumah kami ini Pak supaya kami bisa tempat tidur lagi Pak. Peralatan rumah, kain, cuma itu aja Pak banyak. Tempat tidur, cuma itu aja dampak awalnya Pak, nggak bisa dipakai Pak, tenggelam semua. Á 400 hafa farist á Srí Lanka, yfir 170 í Tælandi og rúmlega 600 á eyjunni Súmötru í Indónesíu. Fjölda saknað og í Malasíu hafa 2 farist. Víða fólk einnig án rafmagns og símasambands. Vegir og brýr hafa víða farið í sundur og því erfitt að koma neyðaraðstoð til fólks nema úr lofti. Orkumálaráðherra vongóður að flutningsgeta á raforku verði stóraukin á kjörtímabilinu. Ragna Árnadóttir forstjóri Landsnets sagði í sjónvarpsfréttum í gær að ný orkuspá sýni hversu nauðsynlegt sé að huga hraðari uppbyggingu orkuinnviða. Orkumálaráðherra segir að takmarkanir á flutningsgetu séu einn af óvissuþáttunum í nýju orkuspáni. Það eru gríðarlegar áskoranir framundan þarna. Við vorum auðvitað að höggva á hnútinn á Norðausturlandi og skýra verkaskiptinguna milli Landsnets og Rarik. En það eru fleiri áskoranir víða á landinu. Mér sýnist Blöndulína vera að komast í betri farveg en áður. Félags- og húsnæðismálaráðherra sem fer með skipulagsmál er að skipa núna raflínu nefnd Holtavörðuheiðarlínu 1 sem skiptir máli. Þannig að það er gríðarleg hreyfing á þessum hlutum og ég er mjög bjartsýnn á að við náum að stórauka flutningsgetu og styrkja flutningskerfið á kjörtímabilinu. Af þeim rúmlega 600 sem innflytjendastofnun Bandaríkjanna hefur handtekið í Chicago síðustu mánuði voru aðeins 3% á sakaskrá fyrir alvarlega glæpi. Kona frá Írlandi sem búið hefur í Bandaríkjunum í nær hálfa öld á yfir höfði sér brottvísun. Donna Hughes Brown er með gilt dvalarleyfi í Bandaríkjunum en ekki ríkisborgararétt. Hún fæddist á Írlandi en hefur búið í Bandaríkjunum síðan 1977. Þegar hún kom tilbaka úr stuttri ferð til Dublin í júlí beið lögreglunar á flugvellinum í Chicago. Before we got off the plane, they said they were going to apprehend somebody off of the plane. Well, it was my wife. Donnu hefur verið haldið í fangelsi síðustu mánuði í klefa með 30 öðrum, segir eiginmaður hennar. Yfirvöld skilgreina hana sem glæpamann því fyrir nokkrum árum greitt hún með innistæðulausri ávísun. She was buying groceries, for crying out loud. She was literally buying groceries to feed her family. So she's getting punished twice for something like that. Jim, eiginmaður hennar, kaus Trump en sér eftir því. And you're nabbing people for nothing and ruining people's lives just to prove an agenda. We're treating people like crap and we're treating immigrants like they're vermin. Samkvæmt tölfræði yfirvalda sem Chicago Tribune greindi frá, handtók innflytjendastofnun Bandaríkjanna 614 manns í Chicago frá september og fram í miðjan nóvember. Af þeim voru 16 á sakaskrá fyrir alvarlega glæpi. Það eru 2,6%. Trump héti að senda innflytjendur án dvalarleyfa úr landi. Stjórnvöld segja þetta gert til að tryggja öryggi almennings og að fjöldi glæpamanna hafi verið handtekinn. 2 íslenski ríkisborgarar voru handteknir af stofnuninni. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu voru málin almenns eðlis og leyst fljótt.
Það er mikilvægt að halda þræði í lífinu, segir hönnuður kærleikskúlunnar í ár. Íþróttaþjálfarar fatlaðra barna fengu kúluna í þetta sinn. Kærleikskúlan er gefin út af styrktafélaginu Gló sem áður hét styrktafélag lamara og fatlara. Ágóðun á sölunni fer til Reykjadals, sumarbúða fyrir fötluð börn og ungmenni og kúla ársins var kynnt með viðhöfn í dag. Hönnuður kúlunar sem öll jöfnu vinnu með garn og vefnað segir það hafa verið áskorun að vinna listaverk á litla glerkúlu og að nafninar að halda þræði eigi við allt í lífinu. Það er mjög gott að reyna að halda þræði og það er líka allt í lagi að detta aðeins út af þræðinum en svo bara koma sér aftur á þráðin. Það er það sem kúlan fjallar svolítið um. Friðarins engill fylgi þér hvert fótmál á þinni göngu. Eftir að biskup Íslands blessaði kærleikskúluna voru handhafar hennar kynntir. En það eru íþróttaþjálfararnir Bára Fanney Hálfdánadóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir og Hákon Atli Bjarkason sem hafa breytt viðhorfum til fatlaðra barna og stutt við þáttöku þeirra í íþróttum. Þetta er bara rosalega mikið heiður að fá þessa viðurkenningu fyrir það sem maður er búin að vera að gera síðustu árin. Þú þjálfar fötluð börn og ungmenni í íþróttum. Já, er eitthvað munur á því og þjálfa ófötluð börn? Í grunninn þá finnst mér það ekki. En ég hef verið að þjálfa körfubolta í yfir 20 ár og núna síðustu 7 ár með Hauka Special Olympics Open og þetta er bara nákvæmlega sama. Þú ert með iðkendur sem hafa áhuga á að æfa íþróttina og það er bara hlutverk þjálfarans að finna styrkleika og kenna þeim. Til hamingju með þetta, en uppistandsýningar fyrir unga börn og foreldrar þeirra hafa slegið í gegn í Suður Englandi. Það má vart á milli sjá hvort gleðin er meiri hjá nýbökuðum mæðrum eða grínistunum. It doesn't matter if they're screaming, if they're chatty, if they're... a nappy change. Yeah. You can just bring... And it's nice for mums. Yeah. Like to be included, like not to feel, you know, awkward that their baby's screaming or... You know. Like now. Yeah. Og það er ekki bara mömmur og pappar sem fagna því að komast út og breyta til. Því ungbarnasýningar eru líka í uppáhaldi á þeim sem að standa á sviðinu. Og þar er mikil samkeppni athyglina. I like doing them because I feel like it's a good chance for you to keep yourself on your toes as a performer because anything can happen. Like I was just watching the MC on stage there and a baby literally climbed onto the stage and crawled over to his feet and we don't normally get that at gigs. Oh, I've got somebody storming the stage like Will Smith at the Oscars. Would you like to say something? I was like that at my first gig too. Þetta óhefbundna hádegisgrín er haldið í Ísli, rétt hjá Southampton á Suður Englandi og stemt að því að halda vikulegar sýningar. Því aðsóknin er mikil og allir fegnir að komast í fjölbreyttari afþreyingu en hefðbundnar heimsóknir og mömmumótna. Obviously you go to baby groups, you catch up with your mum friends, all that sort of stuff, but nothing really for yourself. I think that's the difference. It's a different sort of gig, so you can't imagine that it's going to be like it would be if you did a Friday or Saturday. Oh, we've got some latecomers. Normally at comedy gigs you go, why are you late? You're holding a baby. I know why you're late, it's fine. Might recognise me from the Bible. A lot of my material is sort of baby-centric, so I think I've got a fairly appropriate set for the event. Assuming they want to hear about babies. I don't know if they just want a break from it all. Who knows? Thanks for coming. See you next time. He didn't even last the... literally, as soon as the lights went out. Sigríður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að tala um holdafar Íslendinga, svona í samhengi við þessa norrænu rannsókn sem að þið sögðu frá hérna áðan. Hvers vegna eru sífellt fleiri í ofþyngd og yfirþyngd og hvað er til ráða? Og það er verða með okkur Hildur Tórslæknir í offituteymi á Reykjalundi og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir frá Landlæknisembættinu. En á menningarsviðinu verðum við með tvennt gjör ólíkt, annars vegar viðtal við höfund og leikstjóra Squid Game þáttana og hins vegar sjáum við dansverk sem að svona dansar einhvers staðar á mörkum danslistar og knattspyrnu. Frábært, við missum ekki að Kastljósi. Takk fyrir þetta, Sigríður. Og við lítum til veðurs. Á morgun er austlægur vindur á landinu víða 8 til 13 metrar. Víða skýjað og él eða snjókoma, en léttir til á Suður- og Vesturlandi þegar líður á daginn. Hiti verður eða yfir frostmarki en það kólnar síðdegis og við förum nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Ísland hóf keppni í milliriðlum á HM kvenna í handbolta nú síðdegis og mætti Svartfellingum. Leikurinn reyndist okkar konum erfiður og tap niðurstaðan. Orkustigið einhvern veginn bara frá upphafi var
kannski ekki alveg nægilega gott en svo vorum við bara í vandræðum með fullt af þáttum í þessum leik. Snæfríður Sól Jórunardóttir sló 16 ára gamalt Íslandsmet og boðsundsveit kvenna setti líka nýtt Íslandsmet á EM í sundi í 25 metra laug sem hófst í dag. Og Rússar og Belarússar fá að keppa á vetrarólympíuleikunum á Ítalíu í febrúar. Þetta á fleira í íþróttafréttum kvöldsins. Og það var helst í þessum fréttatíma að tryggingar og ráðgjöf ein umsviðamesta vátryggingamiðlun landsins var staðin að því að fara á svig við lög og enn að. Aðgangsharðir sölumenn hafa selt þúsundum Íslendinga tryggingar og lífeyri sem fer til erlendra tryggingafélaga. Engan sáttatón var að heyra hjá Rússlandsforseta fyrir fund með sendinefnd Bandaríkjanna stríðslok í Úkraínu sem stendur enn yfir. Hann sakar Evrópuríkjum að standa í vegi fyrir samningunum. Samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar verður kynnt í fyrramálið. Samkvæmt heimildafréttastofu hafa fljótagöng verið sett í fyrsta sæti. Önnur umræða fjárlagafrumvarpið stendur sem hæst nú á Alþingi. 70% fullorðinna á Íslandi mælast í yfirþyngd eða með offitu samkvæmt nýrri rannsókn. Ástandið mun verra hér en annars staðar á Norðurlöndunum, sérstaklega hjá börnum. Íþróttaþjálfarar fatlaðra barna fengu kærleikskúluna í ár fyrir að hafa breytt viðhorfum til fatlaðra barna og stutt við þátttöku þeirra í íþróttum. Þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo er það Kveikur sem hefst klukkan 20:15. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kveikur, fréttaskýringaþáttur með áherslu á rannsóknarblaðamennsku. Myndasögur, stuttir þættir sögurnar á bak við áhugaverða ljósmyndir. Í hverjum þætti fjallað eina